heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Orskviðnir 16. Mikilvæg sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra mannesku sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúuðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfið 3:22. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. 1. Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri mannesku fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunarlausi afsakar sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég alveg jafn góður og þeir. Ekki sýna þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og hvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur Drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólgin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd, því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að degra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast, án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun lýkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins
Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakka ykkur fyrir.